Það má eiginlega segja að Akureyringar viti að það að koma páskar þegar að bókamarkaðurinn opnar, eða hvað? Jú, þetta sem betur fyrir orðið bara hefð. Hangir saman að við byrjum alltaf á sama tíma í vikunni fyrir páska og erum fram til þriðjudagsins eftir páska. Hvað byrjaður með marga titla þegar þú komst hérna fyrst? Ég kom 2008 fyrst og þá vorum við með rétt 1500 titla. Og hefur það bara þeim fjölgað síðan? Já, nú erum við konur upp í rétt tæplega 10.000. Og það svona án og skýringu líka í því að við erum með mikið af bókum frá Braga, eða frá bókinni í Reykjavík og það hleypir þessu svolítið upp. Við erum með einhverja 3-4.000 titla frá þeim. Svona gamlar bækur? Já, það er sem sagt notaðar bækur. Og mikil eftirspurn eftir þeim? Já, það er það. Og maður sér það þegar fólk kemur hérna inn, það er eins og segull á marga, að fara bara beint inn í hornið þarna og við höfum aldrei áður verið í þessu húsnæði. Og við höfum ekkert auglýstar sérstaklega neitt svoleiðis, en fólk bara ratar á gömlu bækurnar. Það rennur á lyktina? Já, liggur við, já, veit. En nú þetta sami markaður og í Reykjavík, en ekki fleiri titlar þar, eða hvað? Það eru eitthvað aðeins fleiri titlar. Það eru margir einyrkjar sem að koma með bækur þangað, sem við erum ekki með hérna, sem fólk sem gefur út sjálft mestu leyti. Og svo eitthvað það að menn sendi ekki bækur hingað sem seljast ekki neitt í Reykjavík. Og þá eru þær skildar eftir. En hvað ætlar að hafa þetta opið lengi? Þá til þriðjudaginn eftir páska. Það er alltaf opið á þriðjudaginum til að ná þeim sem að fara burtu páskana og að koma úr páskafríi. Það er alltaf mikið að gera síðasta daginn. Þannig að nú bara drífa svo bókamarkað og hafa eitthvað að lesa páskana? Já, fólk kaupir mikið, maður sér það til dæmis með kiljuna, það er gríðarlega mikið úrval af kiljum og barnabókum. Fólk mjög mikið að kaupa þessar tvær sortir af bókum. Einhver gullmóli sem að þú lumar á, svona í restina? Nei, það er svo, hvað er gullmólin minn eða gullmólin einhvers annars, þetta er allt eftir áhugasviði, sko. En ég sé, einu og eina alltaf sem að þessa verði að kaupa núna.